Hi. I just wanted to start off maybe with a question. Are there non-Icelandic speaker in the audience? None. So, if it's okay, I would just like to switch over to Icelandic. That comes a little bit easier to me. And I was gonna, yeah. Slides are in English, slidernar eru ensku, en við ætlum að halda okkur bara að tala á íslensku. Ég ætla að byrja að setja klukkuna mín á stað svo ég verði nú hleypa ykkur örugglega í lunch á réttum tíma. Og aðeins fyrr, þið þurfa að hlaupa nefnilega upp, sko. Hérna, Geir heiti ég semst og er búinn að vera hjá Meninga síðustu 4 ár, þangað til við skiptum yfir í Teymi. Teymisnafnið er svona gamalt djókur í bransanum. Það þekkja margir Teymi en við erum semst nýja Teymi. Þetta nafn hefur legið í dvala núna í 8 ár og nú stofnum við Teymi aftur. Erum ekki í sama brans og gamla Teymi, við erum í semst verkefnastjórnun og erum að leiðbeina fyrirtækjum í þá átt að afhenda sín hugbúnaðarverkefni á réttum tíma og within budget eins og við segjum. Þannig að peningunum sé rétt varið og verkefnum sem skila á réttum tíma. Það er okkar business model. Við hjálpum fyrirtækjum við það, hvort sem þeir eru að vinna með svona snillingum eins og Advania í að forrita eða öðrum snillingum sem við getum út í heimi og það er svona okkar model. Og akkur er ég þá hér að tala um React Native, hvað kemur það málinu við? Það kemur svolítið málinu við af því að við erum að díla við stjórnendur sem þurfa að díla við það að skilja ekki bofs í því hvað er að gerast í þessum mobile heimi og hvað er Xamarin og akkur þarf ég að hafa 15 mobile application developera þótt ég sé mér bara lítið app og eitthvað svona. Og þetta eru svona vandamál sem strax bara á fyrstu vikum okkar í Teymis að við finnum að það brenna eldar í þessu út allt og þess vegna svona var það fyrsta hugsun sem ég datt í hug þegar ég sá að laust slott í forritunar trakkinu og þessu bara, ég tala bara React Native. Hvað eru margir forritarinn sem skilgreina sem svona hugbúnaðarfólk, forritara sem hafa kóða? Ok, það er svona 80%. Hvað eru margir hérna sem hafa forritað React.js? Ok. Hvað eru margir sem hafa forritað Angular.js? Það er svona, fer úr 5% yfir í 20%. En hvað eru margir sem hafa forritað JavaScript? Já, ok, nákvæmlega. Allir forritararnir. Og það er svona svolítið það sem að þetta snýst hvernig skipti ég glæru. Það er ekki bara hérna next. Yes. Ég er búinn að vera vinna í mobile að hluta til síðan 1999 þegar ég joinaði Demon Software. Munið til því? Þið gerði Vaporizer. Þá vorum við að forrita svona transformer úr HTML yfir í WAF-ML. Það var rosalega gaman og menn sögðu þessar frægu setningar, ég ætla ekki að kóta neina kúnna því að þú veist, þetta mobile verður aldrei neitt, þetta er allt of lítið. Og þá vorum við að vinna með, nei, það kom ekki, það kemur fyrst þarna, ég var að fatta það. Ok, þá vorum við að vinna í þessu umhverfi. Svo er ég mikil golfari, var að forrita golf og fór yfir í mobile og þetta svona smá þróaðist. Og voru einhverjir sem forrituðu fyrir BlackBerry. Það var horrible. Það var að versta sem ég lendið í. Nokia 6010 var dásemd með að reyna að díla við BlackBerry símana. Svo komu snjallsímarnir og allir fóru að gera HTML5 og fyrst kom eitthvað svona smá adaptive og menn fóru að gera HTML5 og reyna svona einhvern veginn að möndla sig í kringum þetta. Þetta er alveg shameless plug á golfsumari. Svo fór þetta að færast lengra og hluti af því sem við gerðum, þarna er ég komin inn í svona minn tíma hjá Meninga fyrir svona 4 árum eitthvað svoleiðis. Þá fórum við að reyna að vinna með það að ég sem management hjá Meninga sit upp með það að það vilja allir mobile en við erum að vinna á global markaði. Það eru, þú veist, ótrúlegustu símar sem eru vinsælir á þessum markasvæðum sem við erum að vinna á
og allt í einu tækjaflóran sem ég þarf að styðja, hún algjörlega komin út úr kortinu, sko. Og þá spurningin, á ég að ráða Android developera, iOS developera, Windows developera, BlackBerry developera. Það var ennþá lífið hérna fyrir 4 árum í ákveðnum svæðum. En við fórum þá leið þegar við vorum beðin rosalega stórt app fyrir spænska markað að gera þetta hybrid, HTML5, reyna að ná eins langt og við gætum í því að gera svona code once, deliver anywhere í rauninni. HTML og JavaScript, við náðum, það voru frábæri forritarar sem náðu alveg ótrúlega langt. Þetta bara HTML5, Cordoba, þeir sem þekkja það, og þetta rappast inn og installast eins og bara app á öllum þessum símum. Þeir náðu frábærum árangri en það var fáránlega dýrt, bara til að vera alveg honest með það, að ná þessum árangri. Og það var dýrara heldur en hefði við gert þetta bara í native frá byrjun. Bara á 3, 4, 5 mismunandi plattformum, það hefði samt alltaf verið ódýrara heldur en að skrifa þetta og maintaina því. Nú við, meningappi, eins og þið kannski þekki, það skrifað algjörlega native og það svona margt í þessu sem að, ég ætla að sumera þetta svona management hlutin af þessu slideshowi, að þetta hefur svona, ég að horfa á React Native ekki sem super JavaScript developer eða gæinn sem skilur þetta alveg onni þaula hvernig það virkar, en ég að horfa á þetta frá þessum challengeum sem við stöndum frammi fyrir. Þessi rauðu og gulbu, þetta allt relatíft og þetta margt af þessu vittlaust því með challenge mig og hverju sem en þið sjá að allir plattformar hafa sína kosti og sína galla. Þú veist, native obviously optimal user experience. Það engin spurning það. Það engin sem nærði. Samarinn, ég hef ekkert gert í ActiveScript, ég hafði það bara með, það örugglega, gæti allir punktarnir þarna verið vitlausir. En HTML5 og PhoneGap og þetta dót, þetta ógeðslega dýrt og þetta að ná þessu native experience sem við þurfum. Og þess vegna setti ég rautt. Þetta ekki træðilegt, en samanborið við native þetta ekki gott. Það bara staðreynd. Og svo kemur React Native og það náttúrulega alveg frábært. Nei, ég að djóka. Sko, React svona Angular, nú ég að tala bara React sem JavaScript framework inni bara fyrir vefsíður, ekki native. Að þetta svona Angular type hugsun, það sem að díla við eventa sem að uppfæra DOM-módelið og allt það, en það JavaScript þarna inni sem brjóta allar reglur sem þið héldu að væru reglur í JavaScripti. Það sem þetta snýst að þið að skrifa litla komponenta sem eru tengd í datanu og þannig að React.js býr til virtual DOM sem uppfært bara nákvæmlega það sem þarf að uppfæra. Og það þannig sem performance kemur í því og það hún bindur sig inn í datað og kallar bara á render method bara þegar datað fyrir nákvæmlega þennan komponent hefur breyst og þannig það nesta niður. Þú viljir feina ég gæti gert á íslensku. Allt í hinu. Þannig eins og í þessu dæmi, þarna, þetta einhver mynd sem ég tók bara á netinu, að þarna getur allt niður í fornafnið verið component. Til dæmis ef að kontakt kemur online, þá eitthvað í datanu sem að einhver switch sem segir hann online og þá renderast bara, ef við tökum Paul, ef Paul kemur online, þá renderast bara Paul, bara fyrranafnið á honum. Það ekkert annað í þessu virtual DOM tree sem breytist. Ekki neitt. Það ekkert re-rendering á neinu öðru fyrir utan þetta eina. Og svona lítur kóðin út bara svona til að hafa hugmyndum. Þetta ógeðslega ljótt. Og þetta kóð sem ég skrifaði. En svona þetta. Og þetta virkar. Þetta búið til að Facebook, nei ekki, já, þeir eru búin að nota þetta töluvert og þeir eru að supporta þetta. Ég sjáu, einhver leysir á sig. Já. Hérna ég
rendir einhvern web app label, þetta lítið app sem að listað upp application pools, application pools á svona demo EES server, þannig þetta rendir alveg hellingadóti og það ég með component sem heitir web app label, sem bara svona label sem birtir stöðun á web appinu. Hérna, já, þetta nú bara rappir í kringu það, þetta ekkert stórkostlegu kóði, en hérna ég bara rendira stöðuna á app-poolinu. Ef það breytist, þá breyti ég klasanum sem að nota yfir í success eða danger, hvort app-pool lifandi eða dautt. Þetta ekki flóknari það. Svona React kóði. Þá kom spurningin, hvað við getum tekið þennan, skrifa bara allt í React og getum notað til að powera native applications á símana. Og þetta hafið öll síðan, þú veist bara, já, right, alltaf, þú veist, þeir búin að reyna þetta áður. Þetta hafa margir sagt áður og bara ekki séns. Það var það sem ég hugsaði. Ég hugsaði þetta bara enn vitleysan í þessum heimi, að reyna að skrifa einu sinni og delivera allstaðar. En það nefnilega ekki máli með þetta. Þeir eru alls ekki að reyna að skrifa einu sinni og delivera allstaðar. Þeir komast aðeins í nálægt í, bara svona óvart eiginlega, en það ekki pointið með þessu. Pointið að nýta það að þið sem developera kunnu öll JavaScript og þið getur öll skrifað React.js eftir bara smá stund. Þá eru þið orðin bara fýr á flammi með það. Og það þýðir að ég sem manager get búið til mobile teymi sem hefur mobile sérþekkingu á vörunni og þeir geta forritað með sínu talenti fyrir currently bara Android og iOS. iOS var launchað í janúar eða februar síðust ári og Android stuðningi var launchað í september. Það kemur meira, en þetta svona community sem að þróast. Og þetta að segja þeir ekki að reyna að vera skrifa einu sinni eða heldur svona samnýta þekkinguna. Það að segja að þú getur skóplað til talenti, bara eins og hjá Meninga, það eru fjölmörg verkefni í gangi, fjölmargar alls konar hluti sem í gangi og það þetta developer geta hlaupið á milli og hjálpa hverjum öðrum, það þetta skipta fókus á milli ársfjórðunga með því að menn geta haft einhvers svona path innan fyrirtækisins eða þið vilja fara að vinna í þessu eða svo að vinna í þessu, eitthvað svo þið geta haft einhverja, þeir ekki bara, ég Android forritari og ég svo rosalega mikilvægur, ég verð alltaf bara í þessu. Og það svolítið compelling með þetta, að menn geta flotið á milli og það svona það sem attraktiv við þetta. Já, svo tæknilega útskýringin af þessu, þetta í rauninni, þetta að rendera truly native kóða. Þetta ekki browser JavaScript engine sem keyrir inn í, heldur þetta renderast í algjörlega truly native komponenta. Já, og það sem ég sagði með samnýtinguna kóða, þeir segja að þeir séu ekki að stefna því að samnýta kóðan. En það vill þannig til að þegar maður fyrir að vinna í þessu og skrifa React.js, þá eru fjölmargi komponentar sem eru ekki device specific, eins og bara textafield eða Dropbox eða eitthvað svona Dropbox, hvað sagði ég? Já, það ruglaði með þess. Þannig að þetta eru komponentarnir sem í þessu, bara svona til þess að sjáið. Þessi komponenta kom í staðin fyrir HTML-taugin sem ég var að nota á hann í vefappinu. Þannig ég að nota eitthvað native. Og þið sjáu að Activity Indicator iOS, þetta bara algjörlega specific og þú verður að implementera þá annan Activity Indicator, einhvers svona aðra leið til að láta vita hvað í gangi fyrir Android. Þetta bara algjörlega iOS komponentin með öllum þeim propertím sem að hægt að stilla þar. Þetta algjörlega specific og þetta virkar ekki á Android, þetta bara renderast tómt væntanlega, ég veit það ekki á Android. Ég reyndar ekki að prófa hvað gerist. En eins og þið sjáu þá þetta ekki,
þá töluvert meira af iOS specific stóti. Það þarna Android specific komponentar inn á milli, en mikið af þessu samnýtanlegt. Þetta rendirast yfir í Android image component einhvern og iOS image component, en kóðinn í grunninn svo sami. Svo eru svona alls konar APIs sem eru líka annarkvort sameiginlegir eða bundnir sértæku stýrikerfi, og ég hef ekki prófað mikið af þessu, en svona þessi algengustu, þetta algjör snilld að geta skrifað. Ég hef svona verið að skrifa golfappi mitt með þessu, eins og segi ég kannski meira en það sem áhuga maður þetta heldur en einhver algjör sérfræðingur, að ég hef prófað svona alls konar hluti gegnum golfappi, og þetta algjörlega beautiful að geta skrifað þetta í JavaScripti og keyrt þetta upp. Þegar ég ekki iOS developeri og ég ekki Android developeri. Ég hef notað rosalega mikið þetta hybrid model, HTML5, en þarna ég allt í einu komin í það að það sem við talum aðan að geima datað locally, þetta responsiveness í UI-nu, þessi native app feelingur, hann þarna. Það bara þannig. Og svona vinnuumhverfið, þetta sitt hvor vinnuumhverfið. Þú veist, ég ef ég vil gera eitthvað sérstakt fyrir iOS, þá ég með Xcode opið og að fikta í einhverju þar og setja application parametra og verða að keyra út bildið þar. Svo ég með Android Studioið og þar verði ég að bilda Androidið og keyra upp emulatoruna og allt það. Þannig ég á sitt hvorum tveimur stöðum, en mín reynsli svo að 90% af tímanum, en 95-7% af tímanum, þá ég í texta-editor að editera JavaScript og búa til hlutina. Þannig að, og þar ég með augun á því að vera reyna að strúktúra kóðan og komponentu uppbygginguna, datastruktúrin og folderstruktúr og annað, að ég geti endurnýtt hluti aftur og aftur. Application logic, hún verði bara á einum stað, eins mikið og mögulegt Hvað var þetta? Ég man ekki eins, já, þetta bara að sýna hvernig svona típiskur, þú veist, iOS, hvernig þessi komponentar sem ég listaði á hann, hvernig þeir eru deklaraðir í þessu JavaScripti. 17.09. Ég á tíma. Ok, þetta var yfirleitt yfir hvað þetta þetta React Native. Hvað hefur maður lært af þessu, sko? Eins og segi, ég hef ekki forritað rosalega mikið í þessu, en þetta það besta sem ég séð í mörg ár í þessum mobile heimi. Ekki það mest spennandi sem Android forritar eða iOS forritar hafa séð væntanlega. Þetta mest spennandi þessi management hefur séð í mobile development ansi lengi, bara frá mínu sjónarhorni séð. Það ótrúlega auðvelt að byrja í þessu. Þetta einhvern veginn bara sérstaklega fyrir þá sem eru inn í þessu Angular React konteksti allan daginn, að þá þetta bara, þá þetta einhvern veginn liggur þetta beint við að detta í þetta. Native feel og code reuse, það eitthvað sem ég hef nefnt. En svo þetta. Þetta í versjón 0.19, sko, sem segir ykkur ansi margt. Það segir það að þetta alls ekki þroska framework og maður lendir í alls konar vitleysu sem bara eins og í 0.18 þá hættu öll villuskilaboð að koma upp frá compilerunum og ég satt uppi með basically applicationið hún virkar ekki og ég held að ég hef bara kom alveg hræðileg villuskilaboð. En svo kom í ljós nokkru dögum seinna að því ég náttúrulega fylgi öllum þessum gæjum á Twitter og svona bara sorry, við aftengdum eitthvað undir niðri og það bara gleymdist að bæta við og við erum búin að laga það og allt í einu bara
var þetta ekki ég, sko, þetta er ekki mér að kenna, ég heiti 2 sólarhringum, ég að reyna að finna út hvern andskotan var í gangi, þannig að þeir segja bara, sorry, við erum búin að laga þetta, og þá fóru villiskilabúðin að fljóta upp og þá var þetta 1 punktur í applicationinu minni sem var syntax error og náði ekki að fljóta upp. Og það segir svolítið þú veist, við erum ekki þarna, þetta er ekki, þú ert ekki að fara að setja forritunarteymið þitt í það að gera þetta núna, en þetta er eitthvað sem á definitely að vera á radar, alveg klárlega. Og þetta er ofboðslega spennandi og documentation, það allir í þessum heimi að nota sömu example-in. Þegar þú byrjar einhvers staðar að finna einhverja svona vandamálaþræði eins og ég lendi í þarna með þennan punkt syntax error gæjan minn, sko, að það voru allir að remba, það náttúrulega fór í rosalega langt í þegar að finna lausn. Þá fann ég út að þeir eru allir að nota það sama. Það eru allir að díla við nákvæmlega sömu test solutionunar, reyna að modify þær og leika sér með þær. Og communityið er svo lítið í kringum þetta að gæjarnir sem að forrita þetta hjá Facebook, þeir hafa svarað tweetum frá mér, sko. Sem að mér veist ég að koma inn ansi svona cutting edge ef að þeir nenna því, sko. Það segir mér bara að communityið er ekki orðið nógu stórt til þess að svona enterprise fara að taka þetta inn. Facebook þóri, þeir eru menntaðir í, þeir eru með þetta hjá sér en svona það fer að koma tíma á þetta. Aðeins til að summera bara upp að þetta er ekki allt grænt. Sko, user experience, ég hugsa að það nálgist þetta græna smám saman. Það vantar hellinga komponentum en það kemur sér talent og ease of learning, það eru stóru sölupunktar í þessu. Það er algjörlega massíft. Sérstaklega þegar maður horfir á þetta bara kostnaðarlega séð fyrir fyrirtæki að koma sér út í alvöru native development. Shared code, það er svona einhvers staðar á milli, einhvers semi, þetta er algjörlega óþroska með að við margt annað, sérstaklega með að við native. En Facebook virðast vera að kommenta þér á að halda þessu áfram af fullum krafti. Þannig er það. Við erum teymi.net. Hvað kom þetta teymi við? Ekkert, það var bara skemmtilegt að tala um React Native. Er þetta ekki fyrsti React Native fyrirlesturinn? Hafið þið séð þetta áður? Hvað eru margir sem hefur séð React Native áður en þið komið hingað í dag? Já, það eru fleiri en ég hélt. Er einhverju byrjaðar að forrita í þessu? Eru þið búin að release einhverju? Einn. Hvað heitir? Má ég spyrja hvað það heitir? Þú hoppi skrifaði þessu? Hei, frábært. Þú kom að taka við það. Mér brá svolítið í dag, sko, að ég frétta fyrirlesturinn eru tekinu upp. Því ég hugsa að það verið aðeins að spara vitleysuna sem ég segi, sko. Og það er eflaust margt í þessu slædsögu sem að einhverju vita betur en ég held þetta þetta er að þroskast, það mun einhver hérna frá Dohop taka næsta, ég treysta það, taka næsta React Native fyrirlestur og rúlla upp og sína dæmi hvernig hverju þeir hafa stoppað. Hvað er að stoppa það núna? Nei, ég skoða, en það var að spyrja custom komponenta og það er fólk út allan heim að skrifa custom komponenta og það er tiltölulega auðvelt, það eru misgóðar implementationir eins og bara það var eitthvað svona calendar component, calendar selection sem að einhver stelpa skrifaði sem að datt inn og það var allt brjálaða því að hann var svo góður, sko. Og fyrir Android vegna þess að iOS komponenti er bara native og virka fínt og eitthvað svona. Þannig að það er fólk að droppa inn í communityð alls konar fínum komponentum og þú getur skrifað þín eigin algjörlega sjálfur, sko. Það er fínt að mixa þetta, svona, ég veit ekki, ég hef bara lesið guide um það, hvernig það er gert, semst að mixa native og þessu í mér langar svo að spyrja hann, sko,
en það er hægt og það er náttúrulega ekkert mál að mixa sem sagt, þessu inn í einhvers svona hybrid pælingu sko. Og menn að mixa þessi inn í native en ég bara þekki ekki nógu vel. Já, ég komið þekki á kamerum. Einhverjar fleiri spurningar? Takk fyrir mig.